Þannig að við erum komin á Austurvöll, við ætlum að sjá hvernig stemmingin hjá fólki, hvort að þetta sé bara venjulegt fólk sem er búið að fá nóg eða samansafna af ógeðslegum rasistum. Það er allavega fullt af góðu fólki mætt, góð öryggisgæsla, við erum í gæslu á svæðinu, þannig að við bara búumst við hörku efni hérna. Þetta verður vonandi helviti gaman. Sigfús, mætti ég fá að segja við nokkur orð? Það broadcast, er það ekki? Jú. Hvað af hverju eru við saman komin inn í dag? Heyrðu, við erum að gera það sama fyrir 2 vikum. Sem var? Þá vorum við að reyna að koma stjórnvöldum í skilningu það að svo hælisleitendastefna sem að þeir fylgja í dag, hún er landinu bara ofviða. Þú hefur væntanlega ekki verið ánægð með viðbrögðin þeirra síðast, fyrst þú hefur verið mætt aftur? Nei, við ákváðum það nokkrum dögum seinna eftir að heyra ekki neitt. Og hvað, er bara allt útfyllt af rasistum hérna, eða er þetta bara venjulegt fólk sem að vill eitthvað betra fyrir landið eða? Þetta er svo venjulegt fólk að hálfa að væri nóg. Ég heyrði helviti mikið af fólki þarna sem satt þarna vera að segja helviti ljót orð sko, þannig að mér dætti að spyrja allavega þessu. Já, það er kannski kaffihúsamenningi þannig að hún skýri fólk einhverjum öðrum nöfnum heldur en það er. Ekki ástæða fyrir að við tölum lattelepjandi, við skulum ekkert lengra með það. Það er kannski. Býstu við góðri mæting í dag? Já, ég vona því. Við vorum í það með örugglega 12-15 mann síðast. Ég vona að við séum rúmlega það í dag. Ég segi að komin hérna öryggisgæsla, það var talin einhver þörf á því. Já, við vorum með öryggisgæslu síðast, hún var svolítið leyndari en við ákváðum bara að hafa hana sýnilegri í dag. Og hvaða, ég segi að þetta eru hver trukkurinn ískapurinn og fætur öðrum, er þetta trausti menn? Já, við erum svo heppin að vera vel tengd í góða menn og þeir taka þetta að sér hér, 15-20 manns. Það er gott að vera með góða menn, en Sigfús bara takk kærlega og við sjáum kannski aftur á eftir. Takk fyrir, takk. Góðan daginn meistara, má ég segja við ykkur nokkur orð? Nei, veist, hljóð og mynd og allt. Já, hljóð og mynd og bara allir pakkinn. Fyrir hvað? Broadcast. Já. Hvað segið þið, hvað dreifur ykkur hingað í dag? Ég er nú bara mótmæla aðgerðarleysi stjórnvalda í sambandi við útlendingalöggjöfina. Þú sama málið eða? Já, sama máli og bara mér er Þið bara þrjusu gott en þú sjálfur? Fínt. Hvað er málið? Ég er bara að ræða við þykkustu menn á svæðinu hérna sem eru öryggisgæslu. Ok, frá hverjum ertu? Broadcast. Já, ertu hérna, hvað heitir þátturinn áttur? Ég er með norræn kallastræti minn áttur. Já, ok, flott. Við erum bara að tjekka á því þegar við erum bara klárir hérna í gæsluna. Er það ekki? Líst ykkur ekki vel á þetta? Flotti strákar, við ætlum að hafa þetta friðsamlegt eins og við viljum. Eru þið á vegum haldarana? Já, við erum bara að sjá með öryggisgæsluna hérna og við erum búin að vera í mjög góðu sambandi við lögregluna og allt saman, under control. Er búist við einhverju vesni í dag eða? Nei, það var stóðlega leiðilega síðast. Þeir gengu bara allt og langt. Pikkuð í okkur og voru svona að reyna að espa okkur upp. En við bara sýndum stillingu og lífsreyndir menn sem að hafa þolinmæði. Hvað segir þið meistarar? Er gaman hjá ykkur í dag eða? Er þetta gæslan eða? Þetta er gæslan. Herru, ég er að taka upp, má ég segja við ykkur nokkur orð eða? Já, fyrir hvernig er þetta? Broadcast? Já, það er góð. Er það? Það er svoleiðis. Sorry, I'm English, I don't speak Icelandic. Well, it's even better. Then you don't realize how stupid I am. But, No, you're not stupid. Hvað dreifur ykkur hingað í dag? Fyrir utan að vera í gæslunni? Ég bara, ég upplifði þetta stríð í Danmörku og stríð, þetta er náttúrulega bara, ég er hræddur við framtíð barns míns, ég og litla stelpu og eins og þróunin er núna og hópnauðganir og sveðjuárásir og alls konar, ég er bara svolítið hræddur að þetta sé svolítið hröð þróun og ég í rauninni vil bara að stjórnvöld taki hendur landamærin okkar og við förum að passa okkur aðeins betur. Ég hef ekkert á móti útlendingum með neitt svoleiðis en ég vil bara að við höfum stjórn á landinu okkar. Er ekki flestir bara svona sama sinnis með þá skoðuna? Ég held það. Mér heyrist það á öllum okkur. Við hefum allir vinir sem eru erlendir. Við erum með einn bróður frá Englandi, skilurðu. Og þannig að jú, ég heyri það og líka ég er með bara erlend fólk í vinnu og þeir eru allir sammála mér, sko. I see your English friend hates Iceland. It's pretty obvious. Mate, I'm standing up for Iceland, Europe, England, everybody. We've been under attack for a long time. There were smart people around you know that, and I think it's time we stood.
stood by our children, our grandchildren, and make sure their future is going to be a safe one. And that's why we're here. Are you from England? Yes, sir. Where in England, if I may ask? Place called Hereford and Worcester County. Okay. A little town called Upton-on-Severn. Is the situation bad there? The situation's out of control. You know, the British people have had enough. Look at what's going on in Ireland right now. Everybody's standing up. You know, it's just stupidity what's going on now. And it's got to stop. You know, we are a Christian country and we are not going to be a Muslim country. Thank you, man. You're welcome. Herru, við erum konið með Jón Magnússon. Þú eru með ræðu á eftir það ekki? Jú. Hvað færði þig hingað á svæðið? Það vegna þess að ég hef verið áhugamaður það í mjög langan tíma, skrifa greinar og barist fyrir því að Íslendingar gætt að séreinkennu sínum. Við varum þjóð meðal þjóða, ættum okkar fána, ættum okkar tungumál og ættum okkar menningu. Að við okkur er ekki drekkt í þjóðarhæfinu. Það þess vegna sem ég hér. Þannig að þetta ekki bara einhver, ég var nú hérna við kaffihús á svæðið áðan og heyrði mjög misfögur orð, þannig að þetta ekki bara einhver ógeðslega rasismasamkoma? Nei, þetta er fjarri fyrir því. Þetta verður ekkert með litarhátt eða kynþátt að gera. Það er allir velkomnir sem að hingað vilja koma, sem að vilja aðlagast íslenskri þjóð, íslenskri menningu og læra íslensku. Gjörðu svo vel. En hinir eiga bara að fara. Já, ég held að séu ekkert margir sem myndu telja þetta mjög ósanngjarnar kröfur. Nei, það tel ég ekki þetta. Ertu ánægður með mætinguna? Já, nú á eftir að reyna á það. En á laugardegi, miðjan júní, þegar svona stór hópur fólks er að koma og þá eftir að fjölga gríðarlega mikið, að þá getur maður ekki annað að sagt, þetta er bara gott, þetta er það sem að, er vísir á eitthvað meira. Og það er það sem hefur komið í ljós í skoðanakönnunum upp á síðkastið, að mikill meiri hluti og aukning meðal þjóðarinnar sem vill að það verði alvöru stjórn á landamærunum. Og það er það sem verðum að berjast fyrir. Ég vona bara allt fari hérna vel fram og vona bara gangi vel. Ef það fyrir ekki vel fram, þá er það ekki okkar að kenna, heldur einhverju sem ráðast að okkur. Vel sagt, Jón Magnússon, takk kærlega fyrir. Hérna sé ég glæsilegan hóp, má ég segja við ykkur nokkur orð? Ég er frá Broadcast. Já. Hvað akkur eru þið staddar hérna á Austurvelli? Af því að þetta er náttúrulega bara ástand sem þarf að lagast, þetta gengur ekki, þú veist, börnunum okkar er hætt að búin og konum og þetta er ekki málið, það þarf að herða þessa gæslu og það er ekki hægt að hleypa bara hverjum sem er með hvaða baksögu sem er inn í landið okkar. Við erum of lítið land til þess að ráða við þetta, Þú sammála því? Algjörlega sammála því og líka bara ég meina það eitthvað hátt í 40.000 pjólveri en það sem er bara mjög gott mál vegna þess að þeir aðlagast samfélaginu en það er til dæmis fullt af fólki sem er ekkert að fara að aðlagast samfélaginu og ætlar að breyta okkar samfélagi samkvæmt sér. Hérna erum við íslenska fánan og íslenski fánin virðist vera rosalega mikið triggerandi. Þú veist, ég geta labbað með minn íslenska fána án þess að það sé púað niður. Er það ekki pínu merkilegt einmitt eins og þau voru að segja með pólveri? Nú eru þið búin að vera með 20.000 pólveri og þetta hefur aldrei blossað upp hérna. Er það tilviljun bara tímasetningin þá eða? Þetta snýst ekkert einhvern rasisma og vera á móti útlendingum. Þetta snýst hverjum við erum að hleypa inn í landið, að það sé verið að skanna inn í landið og gá að því hvers konar fólki og þá menningu í leiðinni við erum að hleypa hérna inn. Ég hef ekki séð annað en pólverjar séu bara aðlagast okkar menningu og þeir eru ekki að tróða sinni menningu hér en það er vissir hópar sem eru að tróða sinni menningu hér og ætla ekkert að aðlagast. Já. Og það er það sem við erum hræddir og það sem hefur gerst í Svíþjóð og ég bjó í Svíþjóð 2035 og þá labbaði eins og út og kveikið tveimur bílum til grunna og sjúkrabílar og slökkvilið þóru ekki að fara inn í viss svæði vegna þess að það verður bara ráðist af það. Og þetta er það sem við viljum ekki hér. Við bjóðum velkomið fólk sem vil koma inn og vera borgarar og aðlagast íslensku þjóðfélagi. Nú sjáum við áhugaverðan aðila, hvort þau vilja spjalla við okkur. Góðan daginn, ert þú partur á mótmælunum hérna? Ekki taka mig upp. Ok. Þessi var ekki alveg til spjall. Ekki eins og til ég að láta taka sig upp þó hún var á almannasvæði. Þannig að við virðum það sjálfsögum.